ferskur og fljótlegur matur fyrir fjölskylduna og fyrirtækið. Grímur kokkur. Komið blessu og sæl, við heilsum ykkur héðan að sunnan. Nánatiltekið úr Biskupstungunum, héðan úr dýragarðinum í Slakka og ef að líkum lætur þá má búast við því að minnsta kosti 20.000 manns eigi eftir að leggja leið sína hingað í sumar. Þetta alltaf voða gaman. Það byrja á vorin, en þetta náttúrulega verið mjög kalt vor, óvenju kalt. Það ekkert ofsögum sagt að því að ég vona að minnsta kosti 20.000 manns hérna, eða það? Ég held við getum alveg búist við því, með að við þessa þróun í ferðaþjónustu. Nú það að opna núna Hvítasunnu helgina, allt klárt? Það aldrei alveg klárt, sko. Það svona, dýrin að koma inn, það vantar allir með hvolpa. Ef einhver með lausa hvolpa, þá erum við tilbúin að skoða það. Þú ert búin að stúsast í þessi 20 ár, hvað stendur upp úr? Þetta hefur bara verið eitt ævintýri, satt að segja. Við erum búin að vera hérna í 27 ár frá því við byrjuðum að byggja upp og svo hefur þetta komið svona smátt og smátt. Hvað vinsælast? Kettlingarnir eru nú alltaf vinsælast, sko. Og hvolparnir náttúrulega, þegar þeir eru. Hvernig opið hjá okkur? Það opið núna eftir, frá með Hvítasunnu frá 11 til 6 alla daga, fram í 20. ágúst. En það allt að lifna við á Suðurlandi, eins og sjáum á. Og helgina var til dæmis haldin alveg stórmerkileg tónlistarhátíð í Stokkseyrarseli. Þar var haldin hátíð síðustu helgi, Sagafest, og þegar við sunnan fólk komum í heimsókn á föstudegi var verið að leggja lokahönd á undirbúninginn, enda aðeins nokkrir klukkutímar í fyrstu gesti. Og ég gróf hérna girðingunum. Ég var búinn að áætla að vatnið kæmi kannski svona meter eða 2 metrum frá þessum stöður hérna. Og í Flóanum finnum við sveitabúðina Sóley sem hálfgert leyndarmál en þó ekki því hún á sér marga aðdáendur víða land. Og svo þetta svo gaman eins og þú ert að ferðast í Danmörku að detta kannski niður á einhverju svona sveitabúð og þannig fór þetta af stað, sko. Og við líka eftir að eiga stefnumót við strák sem ólst hér upp en býr nú á Selfossi og hefur helgað líf sitt bókaútgáfu á stórum hluta að minnsta kosti. Heldur þú komist niður? Ég fæ aftur 50 kall þá. Það verður sem sagt af nóg að taka í þætti dagsins og við byrjum rétt vestan við sveitabúðina í Stokkseyrarseli þar sem allt var á fullu þegar við rendum í hlað. Leave this yellow one. I'm going to use that. Bærinn Stokkseyrarsel rétt austan við Stokkseyri. Þar búa hjónin Ragnhildur Sigurðardóttir og Sigurður Torfi Sigurðsson og það óhætt að segja að búskapurinn hafi tekið á sig óvenjulega mynd síðustu vikur. We've been out here for 10 days building with about 50 people, a mix of Icelanders and folks from 10 different countries, I think. And it's been a festival already. And we have pretty much everything on the timeline to get it done by tonight. And then we'll open the doors, open the gate, and the whole community will come on, and we're so excited. Ást og friður og virðing fyrir náttúrunni, sjálfbærni og hamingja. Öll þessi orð eiga vel við tónlistarhátíðina Sagafest sem haldin var á túninu í Stokkseyrarseli helgina. Stokkseyrarsel, það svona, mér finnst það svolítið klikkað í byrjun. En hérna, já, bara listna, ég raun ekkert á þetta þegar kona mín kom hérna. Sagði mér þessa hugmynd að þetta fara að halda tónlistarhátíð hérna og í maí og svo, vá maður, þetta En þegar ég hitti fólkið skott og hans fólk þá kviknaði bara með þetta bara frábært, þessi hugmynd sem við komum með. It's been a collective vision of a lot of different people to create this music and arts festival, and it started with
a trip that I did back in Jordan, and I basically was freestyle rapping with these Bedouin guys in Arabic and English over a fire next to a cave in the middle of the desert, which sounds like a crazy story, but it actually happened, and it was really transformative, and we shared a lot of culture and a lot of dialogue. And then I went back and journaled about it, and I was researching more about fire and storytelling, and the sagas of Icelanders came up. And I'm from Hawaii, so I was like, oh, another island, okay, all right. And I just jumped down the rabbit hole and just fell in love with everything about Iceland, and started talking to people on the internet, on social media, on Twitter and Facebook. And a lot of those folks I talked to, like Kira Kira, is one of the artists now at SagaFest. So it's been a really amazing journey, and I got here with just this idea, and I knew a couple of people, but everyone that I met in the community was so excited about this idea, and they joined the team and they rallied around it. And then eventually I met Raka. She blew me away, and she was so inspiring, and she invited us graciously, at the time we were a team of 3, to come to the farm and check it out. And we came to the farm, and she had rhubarb pie baked for us, and she toured around this beautiful spot. And she's a conservationist herself, and she's really passionate about these kinds of issues that we're trying to have the festival spark. And so it was a really perfect fit. And the idea is that we create something with the community, and this festival is all about being community driven, and then we create this together. Ragnhildur hefur lengi unnið að umhverfismálum, ekki síst verndun votlendis. En það var í gegnum Fulbright-stofnunina sem hún frétti af Scott og hugmyndum hans. Strax og við heyrðum að því, það var búið að taka ákvörðun að Scott kemur til landsins, að þá var ég spennt. Vegna þess að fyrir svona 9 árum síðan, þá var ég með hópi af mjög skapandi fólki, listamönnum, og við þannig héldum mikla tónleika, kallaði hættatónleikarnir í Laugardalshöll. Og ég sá hvað öflugt tæki væri að koma bæði svona umhverfisskilaboðum og hafa svona lista- og tónlistafestival til þess að koma svona jákvæðum, hvað maður segja, svona umhverfisboðskap til skila. Hér búið að vera unnið alveg dag og nótt núna síðustu daga. Alltaf búið að veðrið búið að vera, við ætlum að vera miklu fyrr í undirbúningi, en veðrið hefur sett svo mikið strik í reikningin hjá okkur. Það hefur verið að fjúkum koll, og þetta búið að vera kuldi, bleita, svona til skiptis. Þannig að, þetta svona búið að ganga ýmsu. Og það var svona, bara alveg allan daginn í gær var maður svona aðeins með hnút í maganum. Þannig til svona, 11, hálf 12, þá kviknaði ljósið þess. Þá fundum við vatnið. Var það helst áhyggjuefnið? Já, það er náttúrulega eitt af lykilatriðum fyrir svona. Það er að sé hreinlega til staðar upp á að fá leyfi og annað fyrir þá sem að selja veitingar. Það þarf að vera rennandi vatn. Og er það ástæðan fyrir að búið að grafa sundur hérna hálft túli hjá þér? Það er ástæðan fyrir að grafa allt hérna. Ég laði vatnið sjálfur, taldi við vita hvað það væri heila nákvæmlega. Og ég gróf hérna girðingunum. Ég var búinn að áætla að vatnið kæmi kannski svona meter eða 2 metrum frá þessum stöður hérna. Og þannig það var að byrja að grafa þar og grafið dýpra og dýpra, færðum okkur svo bara lengra. Svo var maður rosalega ánægður þegar við fundum hérna rafmagnskapalinn. En hvernig er lífið búið að vera hérna svona undanfarnar vikur? Þetta hefur náttúrulega verið töluvert tilbreyting. Svona, auðvitað náttúrulega kannski verið ekki komist yfir allt sem mann ætlaði að gera, en ég hugsa að allt sem þarf að gerast verið ekki klárað. En hvað eru búinir að vera margir hérna hjá þér, svona til viðbúta við heimilisfólk? Svona upp undir 50 manns, en það er náttúrulega bara í þessari viku, það var svona 10-15 manns síðustu viku. Fjöldi erlendra listamanna kom að hátíðinni og vann meðal annars að margvíslegri listsköpun með nemendum í Fjölbrautaskóla Suðurlands. Hátíðin sjálf fór svo fram úr björtustu vonum. Veðrið hefði að sjálfsögðu mátt verið betra eins og öllum út í hátíðum, en 350 gestir nutu þess sem í boði var og tóku þátt í allskyns verkefnum sem sum hver voru verulega framandi. Ég vil náttúrulega fyrst og fremst sjá að þetta gangi allt upp og sé jákvæð upplifun fyrir alla. Og ég hugsa, ég náttúrulega stilli bara væntingunum varðandi SagaFest núna fyrir, hvað maður að segja, svona heildarmyndinni í hóf fyrir þetta í fyrsta sinn, vegna þess að við erum náttúrulega bara að prófa okkur áfram. Og væntingarna myndu í raun og veru kannski maður myndi skipuleggja þær fyrir næsta skipti.
miklu frekar sko. Þetta svona svo lítið svona kannski hvað maður segja íslenski takturinn sko að gera áður en maður svona skipulegur. Og það var bara vegna þess að skott var bara komin og þetta var bara að gera sko, það var í raun og veru ekkert annað að gera. En síðan sko þá held ég að þegar maður fer að skipuleggja sko næstu skrefin, að þá gerir maður það með miklu markvissari hætti þegar maður hefur þá þessa dýrmætu reynslu. This is the beginning of a journey, and we want to really build up this festival every year and, you know, create something that's really meaningful and impactful. And so, yeah, we'll definitely be here next year. Þessi búð átti náttúrulega bara að heita Sveitabúðin, en það sem að amma mín hét Sóley Þorsteinsdóttir og rak verslunina Sóley í Reykjavík og sagði hérna mamma við mig endilega látt hana heita Sóley úr því að kaupmaður þér Sóley eins og ömmuðinni og þær systurnar, mamma og systur hennar gáðu mig merkið hennar eða til afnota. Þannig kom verðmerkingin hennar og þannig að blómið hennar sko og það hefur verið svona gæfa. Þannig að hún fylgir því? Já, ég held það. Skammt austan við Stokkseyrarsel sveitabúðin Sóley. Það má kalla hana hálfgert leyndarmál, en þó kannski ekki, því að fjölmargir leggja leið sína í Flóann, gagngert til að fara í búðina og kannski ekki síður til að hitta eigandann Sóleyju Andrésdóttur. Þetta var náttúrulega alveg glórulaus hugmynd upphaflega, en sko þetta rými gamla kartöflugeymsla við húsið og var óeinangrað loftið og var eiginlega ekki múshelt. Þetta var bara nýtt sem svona eins og hálfgerð útigeymsla eftir að hætta að nota sem kartöflugeymslu. Og mér langaði nú fyrst svona til að nota þetta sem vinnuherbyggi, en svo þar sem ég hafði verið í að fara erlendis á sýningar með innkaupum, að þá vaknaði þessi hugmynd. Og svo þetta svo gaman, eins og þú ert að ferðast í Danmörku, að detta kannski niður á einhverju svona sveitabúð. Og þannig fór þetta af stað, sko. En það ekki rétt að fólk gerir sér alveg sérstaka ferð hérna í Flóann til þess að kíkja í búðina? Jú. Það voða mikið af góðum yndislegum kvennahópum aðalega, og hjónum og alls konar hópum sem að koma bara hérna sérstaklega til mín og bara hreinlega tilbaka aftur. Eftir því sem að fleiri hefur verið að gerast í Flóanum, þá ég voða stolt af því að geta sagt frá meira að vera með kort og segi frá eins og forseti Tré og list, það var náttúrulega æðislegt þegar þau opnuðu og ítti fólki þangað og síðan bragginn upp í Birtingaholti og fleiri skemmtilegi staði sem endalaust af. Þannig að það mjög auðvelt að eiga svona ævintýradag hérna í Flóanum? Já, mjög auðvelt og fara síðan, og eins og ég sagði við en ung hjón hérna í fyrrasumar, þetta væri bara svona einn að stoppistöðuna og svo getur við bara haldið áfram og síðan farið upp í uppsveitirnar og tekið sér gistingu vegna þess að það alltaf hægt að fá, þú veist, það upp í Efstadal og hinga og þangað sem flott gistingu, þú fengið herbyggi og keyrt svo hringinn, þú veist, niður úr aftur, Skeiðaveginn og alls konar leiðir sem hægt að fara hérna á Suðurlandi sem bara hægt að gera helgarferði úr, sko. Það var allt hérna fullt. Einu sinni, nú þetta bara orðnar lúxusdömmur hérna í lúxustíl. Þetta bara svona eins og lúxushótel? Já, má kannski segja það. Þetta bara svona ofdekrað og það kannski ekkert víst að það sé neitt best. Við vorum búin að vera að skoða jarðir í mörg ár. Ætluðum okkur alltaf að fara í sveit ef við getum. Og síðan vorum við svona alltaf að skima, eða þú veist, það var áhugamálið að skoða jarðir og svo þegar dóttir okkar flytti svona endanlega heimann, að þá fórum við bara af stað. Þessi var svo hissað því hún væri innlenda, hún eiginlega bara skipaði mér að gáða öðru lambi og var ekki sátt þegar það komu bara hildir og stappaði brún á þeim og hún aldrei innlenda áður, hún 8 vetra sko. Hún ekki kátt með þetta? Hún var sko ekki kátt með það. Þessi aðeins sko orðið móð. Þetta alltaf óborið hérna nema eins svarta inni hérna. Já. Hún orðið móð og aðeins dottir niður kviðurinn, þá það svona einkenni á þessu að fara að bera. Og svo þarna hvað 4 vetra sem með svo fallegu mórauðu lömb hana. Sko þetta gamalt refahús, þetta rými hérna og við hugsaðum bara alveg frá byrjun að þetta yrði þægilegt aðgengi fyrir þá sem að koma í heimsókn til okkar í óvissuhópaferðir eða búðina og svona. Og þannig að það situr ekki alveg upp með mjög mikla skítafílu þegar þú fer hérna. Þú getur svona farið á blankskónum hérna inn og fengið að fylgjast aðeins með. Fólk hefur gaman að því að fá aðeins að sjá
Þannig að þetta er svona fjárhús fyrir spariskó. Já, kannski segja það. Svo er þetta Trítlína Theodóra Rós. Það er nú gott að hún komist í sjónvarpið vegna þess að hún sko þrílembingur sem að móðurinn vildi ekki, það voru 2 hvít og þessi eina vinslit. Hún er sjálf hvít. Hún var að pela lengi vel. Svo fór ég nú að heiman einhverja daga og hún vildi nú ekki pela hann. Hún var á bleiu inn í húsi sko, hjá stelpunum og eins og heimalengarnir alltaf hjá mér, hún setja bara bleiu. Og svo er hún svoleiðis sko að hún fer bara í heimsóknstundum inn. Hún er 4 vetra en lærði aldrei kyndlega hegðun, eins og systir mín segir. Hún er alveg óttalega kjáni, en er aldrei treyst henni til þess að ekki lömb. Hún tekur ekki sumarblómin, hún kemur bara heim og svo fer hún aðeins í heimsókn inn í hús og kíkir inn. Já, stelpunnar leyfa henni að fara eitt rúnt, hún þekkir sig inni sko. Útsýnið hérna er náttúrulega alveg ótrúlegt. Já, það er nefnilega þáttur hérna finnst mér í því að hafa svolítið trjáleysi. Ég er svolítið, sko, ég segi stundum ef ég hefði haft áhuga á trjárækt, þá hefði ég farið innar í landi. Og fólk dásamar það í dag að hafa þetta víðsýni. Það er nóg af stöðum sem við verðum að rækta. Og það er voða erfitt að ná upp góðum trjám hérna, skilurðu. Þannig að mér varst bara yndislegt að, hafa bara fjallarsýnina og þetta berlendi. Og í dag, ég meina það er stutt síðan að voru hérna Danir og maðurinn kom í eldhúsið og gekk fram með eldhúsglugganum og sagði ég skil ekki hvernig þú getur elda mat í þessu eldhúsi. Ég myndi bara góða út úr gluggana. Það hefur margt verið brallað á bænum Tungu eftir að Sóley og Björgvin maður hennar keyptu jörðina. Þau eru vinsæl heima sækja og það er alveg viðbúið að þau eigi eftir að taka upp á einhverju fleiru. Já, við erum með alls konar drauma en við sjáum bara til hvað næsta skref er. Við erum reyndar með jörðina á sölu og við ætlum svona að sjá til hvernig það þróast ef það verður, en við erum samt ekki þannig að við séum að bíða eftir því vegna þess að við verðum að njóta verunar hér. Heldur því tími að fara? Ég veit það ekkert. Við lifum bara einu sinni og maður gera þess mikið að maður getur. Þetta var nú svona svæði sem var svolítið forboðið en einmitt þess vegna vorum við talsveit hérna. Því hérna stóðu þessar risastóru byggingar Rauða krossins. Hérna hefði verið barnaheimili byggt úr gömlum herskálum sem voru fluttir hingað, timburskálar. Þessi starfsemi stóð til 70 og eftir það þá var þetta nú, og svo sem fyrr líka, vinsælt leiksvæði þegar barnaheimili var ekki starfandi. Afstans frá sjálfu barnaheimilinu í nokkra metra fjallað alveg upp við holtið þarna. Þar var geymsluhús, líka svona herskáli gamall, sem var mikið að dóti. Og þetta var stóð nú eiginlega opið, sko, þetta var fokið upp og dótið, Rauði krossin hirt aldrei dótið. Og við gerðum svolítið að því að taka þetta og vorum svona eitthvað að vesenast með þetta og oft þorðu menn nú ekki heim með þetta var nú ekki merkilegt mikið af þessu voru vaxlitir. Upp á hæðinu voru hitaveiturör og við fórum upp á hæðina og bræddum vaxlitina á hitaveiturörunum. Það var óskaplega skemmtilegt. Hvernig var að alast hérna? Það var alveg guðdómlegt. Þetta var náttúrulega Laugarás byggist upp á mjög stuttum tíma, í kringum 70, af fólki sem svolítið jafnaldra. Þannig að það var mikill krakkahópur hérna. Þetta var 100 manna þorp og við vorum óskaplega mörg krakkarnir. Og ég held að sé nú alveg að segja að við höfum nú verið svona svolítið villt á köflum allavega. En það var allt saman voðalega saklaust auðvitað þegar maður horfir á það tilbaka. Saklaus villimennska. Það var svona saklaus villimennska. Við börðust með sverðum og teygjubissum og reyktum pappavindla frá því við stóðum út á hnefa. Þetta uppáhaldsstaður númer 2? Já, við lékum okkur hérna á brúnni. Máttu þið það, sem sagt? Ég man ekki eftir að það væri sjálfu sér bannað. Það var bannað að leika sér í sandinu hérna. Það var hættan, það er sandbleitan. Nei, ég man ekki eftir því að við mættum ekki vera út á brú. Það sem aftur á móti var nú aldrei rætt, það var til dæmis að menn léku það aðeins að fara upp á þessa víra. Og mér sérstaklega minnist að ég hef ekki verið svona 10 ára, 11 ára eitthvað svoleiðis, að þá vorum við staddir hérna einhvern tímann, svona bara miðjum degi eins og þessum nokkrir og þar með sko 2 strákar sem eru nú töluvert eldri en ég, 5 árum eldri, hugsa ég.
Og þeir fara að halda því fram að þeir geti farað þarna upp á topp og ég, náttúrulega, sko, mér fannst bara það átti að láta mig, sko, peði trú ykkur vitleysið, það var bara einhver þvæla, þið getur það ekkert. Jú, þau sögðust að fara þetta og einhvern veginn vex þetta orðavorði og ég átti 50 kall. Líklega, sko, hefur þetta verið á laugardegi því á laugardegum fékk ég 50 kall, ég fikk vasapenning. Og ég lofaði þeim 50 kallinum fyrir það ef að þeir sko standi við þetta gropsitt að fara alla leið upp. Og þeir gera það og þeir gerðu meira, þeir lofuðu því að fara semst upp hérna megin og niður á miðjunni og hoppa svo inn á brúna. Þegar þeir eru komnir upp að þá gugnar annar þeirra á því að fara niður á miðri brúnni og fer niður sömu megin sem náttúrulega, sko, það svo glannalegt að fara niður yfir ánni þó að sé kannski meira aflíðandi þá er það yfir ánni og það svona. Og ég held að það hef ekki verið sko nánasarhátturinn í mér, ég held að ég hef ekki átt hugmyndina, ég held að við komum frá þeim sjálfum að þá borguðum við 10 kall tilbaka. Seems it never rains in Southern California. Ég var sjálfur og hef alltaf verið kjarklítill þegar kemur að svona filmleikum og hefði aldrei, mér minnir að ég hef einhvern tíma farið upp að þessu fyrsta. Það hefur nú verið allt afrikið, sko. En þið fannst ekkert mál að fara undir brúna? Nei, við fórum undir brúna. Og ég á svona minningar alveg guðdómleg kvöld undir brúnni. Það sem sagt bekkur hérna undir brúnni þar sem að landbrúin endar og hafið sjálft byrjar yfir ána. Og þangað laumuðumst við, ég held að það voru þriðjudagskvöldum sem voru lög unga fólksins í útvarpinu. Og við vorum stundum með útvarp þarna þriðjudagskvöldum, sátum þarna undir og reyktum. Því að það var svona sport sem við stundum mjög snemma að stelast til að reykja pínlítið og hlustuðum á lög unga fólksins og horfðum á brúna dúa. Ef það komið mjög stóri bílar að þá þessi brú sem myndar svona sveigju þarna þá verður hún eiginlega alveg slétt. Það er alveg stórfenglegt að sitja þarna við þær aðstæður. Þetta er baðströndin og þetta er sko bara þegar ég er polli að þá var mamma að fara með okkur lögurskrakkarna hingað. Það var nú ekki þannig að við fengjum að fara á svona hættulegan stað einn en hún fór með okkur hérna og þá voru þessar aðstæður talsveit öðruvísi. Allt þetta svæði hérna var í volgu vatni vegna þess að eyrarnar voru allt öðruvísi og affallið út í ána miklu utar þar sem áin rennur núna. Nú erum við inn í miðjum jökulstreng en þá þurftum maður að fara út fyrir þessa kletta til að komast í kalt vatn. Hér var bara snarp volgt vatn til að baða sig og alveg ægilegt sport að fara hérna og vaða í þessu heita hveravatni og baða sig og klifra svo upp á klettana þess á milli. Ég skal borga þér 50 kall. Fæ ég 50 kall? Þú fæ 50 kall ef þú ferð upp. Ég var ábygglega 10-11 ára þegar ég þorði fyrst upp á stóra klettin. Heldur þú komist niður? Ég fæ aftur 50 kall þá. Já, en þú fæ bara 40 ef þú klikkar á þessu. Herðu. Að hjálpa þér? Nei. Nei, ég hlýt að komast þetta. Sko. Heyrðu, það er 50 kall. Það er 50 kall. Down by the river, sit come in the water's fine, down by the river. Bókaáhuginn, hvenær kviknar hann? Ég held að hann alltaf verið. Ég kannski var nú engin bókaormur sem krakki en samt svona ég var alinn upp mikið innum bækur og ég hef nú stundum sagt að það hefur verið Bjarni afi minn sem gerði mig svona skrítinn því að þegar ég var svona 7 ára þá lét hann mig lesa íslenska fyndni. Ég er enn að lesa þau rit og mikið svona einhvern veginn í einhverju nostalgíu eftir þessum afa mínum sem var einstakur og kunni að vera skrítinn og var það á mjög fallegan hátt. Ég var með 17 titla í fyrra og stefnan nú svona á 10-12 á þessu ári. Við erum komið með 2, rétturinn til Ledinar sem er guðdómlegt kommarit frá 19. öld, mjög róttækt eftir Paul Lafargue. Þar sem hann leggur áherslu á að fólk eigi ekki að vinna nema nokkrar klukkustundir á viku. En svo gáfum við út Ragnheiði líka
og núna ég að senda bara á næstu dögum í prentun bók sem að, sko, á þessum tíma þegar fjórðungur þjóðarinnar fór vestur til Kanada, þá hafa menn lengi vita að það var einn sem fór til Ástralíu. Og þetta mikil örlaga og ævintýra saga. Og þú minnist á Ragnheiði Biskupsdóttur, hana þurfum við nú að hitta í Skálholti, er það ekki? Jú, það nú staðurinn hennar. Það nú staðurinn hennar. Annars skulum við ekkert útiloka að það nú segir nú hjá Guðmundi Kamban að þau hafi nú notað sér öll leyniskot og við skulum nú ekki útiloka að hún og Daði hafi ekki stundum skotist hingað niður í launrétt. Down by the river. Við möttum að klára viðtalið, þú veist það. Ekki nákvæmlega. Þú verður að komast. Sko. Sko. Það er 50 kall. Það er 50 kall. Það var að vera svona gamall. Já, já. Með þinghúsinu aftan á. Ferskur og fljótlegur matur fyrir fjölskylduna og fyrirtækið. Grímur kokkur.